alveg sama hvernig okkur líður, að það er svo oft sem að ég hef sungið þetta lag þegar mér líður ekki vel. Því að þó að maður sé í þjónustu og þó að maður tilheyri Jesú Kristi, þá eru alls konar tilfinningar sem koma og við erum mannleg. Það er svo gott að syngja, og það er svo gott og það er mín lækning, að þegar manni, að það er að syngja með lofsöng til drottins. You say I am loved, but I can feel a thing. Og það er það þegar við finnum, okkur finnst við vera okkur finnst við vera einmana. En drottin Jesús stendur með opinn faðminn og segir, hér er ég, barnið mitt. Ég elska þig nákvæmlega eins. Þú þarft ekki að vera einhver annar. Þú þarft ekki að segjast vera einhver annar. Þú þarft ekki að gera þetta og þú þarft ekki að gera hitt. Jesús elskar þig án skilur það. Hann elskar mig án skilur það. Þó að við stöndum og hugsum að við okkur hefur mistekist. Alveg svo með börnin okkar. Þau falla, þau detta. Við stöndum við hurðina og segjum, komdu barnið mitt, komdu, ég elska þig. Og þetta segir drottin Jesús við þig í dag. Halleluja. You say I am loved when I can feel a thing. And you say I am strong when I think I am weak. And you say I am held when I am falling short. When I don't, you say I am yours, and I believe. Oh, truly, I believe. Say
Til hamingju með afmæli, stelpur. Og má ekki segja líka við bróðurinn til hamingju með afmæli daginn. Og þig, til hamingju með afmæli daginn. Já, það var í síðasta mánuði, sko. Já, ég segi það. Komið sæl og blessuð. Ég með kæra kveðju til ykkar. Ég ætla að byrja á því að flytja þær. Þetta svo stundum í útförum að þá eru útfarirnar þannig að þeir til að gleyma ekki kveðjunum þá byrja þeir á þeim. En ég með kæra kveðju til ykkar frá Afríku. Donna og Paul Tocco báðu innilega heilsa og biðja áframhaldandi nærveru. Ef þið hafið möguleika á að bregða ykkur til Afríku þá eru þið alveg hjartanlega velkomin til þeirra. Það eru forréttindi að fá að þekkja þetta fólk sem er búið að vera kristniboðar til fjölda ára og það er svolítið merkilegt með kristniboða. Það skapast eins og ég veit ekki hvort þetta er fyrirfram gefið eða hvort þetta er mótun í starfinu að þetta fólk það verður ákaflega þolinmótt, þrautseigt, það heldur út í gegnum þykkt og þunnt og þegar það kemur tilbaka að þá er þetta greinilega breyttar persónur. Það er eitthvað yfirbragð yfir kristniboðanum sem er mjög mikilvægt að eiga sem einstaklingur og persóna. Ég þekki kristniboða bæði sem eru Danir og annar staðar frá og þetta virðist vera einkenni á þeim. Þetta er fólk sem er æðrulaust, það tekst á við erfiðleika, það þolir, það þreyr, það bíður, það skilur ekki en það er svo búið að fela sig í hendi Guðs og það bara sama hvað mætir því, þau vita að þau eru í hendi Guðs. Og það er nákvæmlega sú staða sem þú og ég þurfum að eiga í dag. Það er ekkert góða fréttir í heiminum. Það er ekkert gott að mæta okkur, systkini. En hvað gerum við? Við verðum að átta okkur á því að við þurfum að dvelja í hendi Drottins. Sama hvað mætir okkur, þá erum við í hendi Guðs. Og af því að við erum nú bara þessi hópur hér, þá ætlum ég að fá að byrja á því að taka mitt orð út Mattheusi 25. Ég hélt að Hilmar ætlaði að stela af mér ræðunni þegar hann var að lesa orðið. Hann talaði dag Drottins og hann fletti upp mörgum af þessum atriðum sem mig langar til þess að ræða við þig í dag. Og þá segir þetta mér að Hilmar hugsaði eins og ég, eða ég hugsaði eins og hann, eða heilagur andi vinnur í okkur báðum. Hvort viljum við hafa? Og það er svo stórkostlegt þegar við erum hér í beinni útsendingu. Ég leyfi mér að hafa þetta bara beint í gegnum símann minn og þá getum við líka verið með kveðjur beint. Ég talaði við Indira Kristjánsson í gær. Hann býr vestur í Kanada, hann er örugglega sofandi núna, þetta sefur fram eftir öllum morgnum þetta fyrir vestan. Nema hann bað að heilsa ykkur innilega og það eru þessi tengsl sem við erum alltaf með. Vinir okkar hér og þar, þeir tengjast okkur. Ég vonast að Bergsteinn Ómar, hann sé í Tælandi og nú er orðið seinni parturinn hjá honum, hann er búinn að sofa út, þannig hann getur alveg verið með okkur á samkomu, en bara Drottinn blessi þessa vini okkar sem fá að fylgjast með. En í Mattheus 25, þá er Jesús að kenna okkur söfnuðinn og hann er að tala þig og mig. Og það er svo athyglisvert þegar Jesús er að tala okkur og bendir okkur á þessa einföldu sögu. Jú, við getum alveg tekið þetta til okkar að þetta sé eitthvað dæmandi fyrir okkur. En sagan segir, þá er líkt himnaríki og 10 meyjar sem fóru til móts við brúðgumbann með lampa sína. 5 þeirra voru fávísar en 5 hygnar. Þær fávísu tóku lampa sína en höfðu ekki olíu með sér. En hinar hygnu tóku olíu með á könnum ásamt lömpum sínum. Nú dvaldist brúðgumannum og þær urðu allar syfjaðar og sofnuðu miðnætti hvað við hróp. Sjá, brúðguminn kemur, farið til móts við hann, þá vöknuðu meyjarnar allar og tóku lampa sína. En þær fávísu sögðu við þær hygnu, gefið oss af olíu yðar, það er að slokna lömpu vorum. Þær hygnu svöruðu, nei, hún nægir aldrei handa öllum. Farið heldur til kaupmannanna og kaupið handa yður.
Meðan þær voru að kaupa, kom brúðkaupinn og þær sem viðbúnar voru, gengu með honum inn til brúðkaupsins og dyrum var lokað. Og dyrum var lokað. Við erum að lesa hina fávísu og hinar hygnu. Og trúlega verða þannig með þessa predikun mína í dag að það verða sumar meyjarnar sem tilheyra söfnuðinum, þær mun segja nei, þetta er ekki sammála þessu. Nei, ég er ekki sammála, ég held þetta fari öðruvísi. Aðrar, það segja, já, ég þarf að heyra þetta. Við þurfum að vita þegar lúðurinn gellur og við erum látið vita af því að það er megin markmið þessara predikunar að við séum vakandi. Við sofum ekki, heldur vökum við. Við höfum aldrei staðið fyrr á minni ævi frammi fyrir því að heilt kjarnorkuveldi það ræsir vaktina út vegna þess að þeir eru tilbúnir til þess að ýta á hnappinn og nota kjarnorkuvopn. Síðast þegar þetta var, þá var þetta í Kúbudeilunni, 1963. Þá var ég 11 ára gamall og ég man ennþá eftir þessu þegar veröldin nötraði og skalf. Og veröldin, hún nötraði og skalf. Í dag, þá heyrum við að það eru gríðarlega sterk viðbrögð komin í allri Evrópu og þeir bara allir sem einn, Finnar, vilja núna vera í NATO. Þeir hafa móað þetta fram af sér frá því 1950 eitthvað svoleiðis. Þeir vissu alveg að þeir þurftu að taka tillit til Rússana. Og Rússarnir voru með kröfurnar á þá, þeir gangið ekki í NATO. Og þeir hlýddu. Svíar, sem hafa verið viljaðir hlutlausir, þeir vilja vera í NATO. Allt í einu vakna þessar þjóðir upp við það að öryggi þeirra er ekki fólgið í því að vera sjálfstæðar einingar á sínum eigin forsendum. Við verðum að fá að standa saman. Þessi bylgja sem er farin Evrópu, hún vekur Þjóðverja upp. Og Þjóðverjar eru búin að samþykkja núna 2% af GPS eða þessari ákveðnu vísitölu til þess að fara til fjármála í Þýskalandi. Bandaríkjamenn eru búin að vera að reyna að ýta við þeim, stugga við þeim, benda þeim á hvað nauðsynlegt er að þeir vopnvæðist því að Bandaríkjamenn get ekki einir varið Evrópu. Evrópa verður að verja sig sjálf. Og nú allt í einu, þá kveikna öll viðvörunarljós, það eru allir vaknaðir. Allir vaknaðir. Við miðnætti, hvað við hróp, eru meyjarnar 10 vaknaðar. Ertu með olíu á lampa þínum? Við erum nefnilega þeirra náðar aðnjótandi í dag að Amos tala við okkur og við söfnuðinn og hann segir að Guð, hann gerir ekkert öðruvísi en að láta spámenn sína vita. Við erum því forréttinda fólk. Við fáum að vita hvað er í uppbyggingu, við fáum að vita hvað er í gangi og þegar Hilmar var að lesa áðan úr Hebreabréfinu 10:19 og hann var að fara yfir að þetta er til þess að dagurinn verði klár, dagur drottins hann mun koma. Og við viljum ekki endilega koma okkur á óvart því að dagurinn er ekki nema 24 tímar. Þetta er bara sólarhringur. Og þessi dagur, hann þýðir þá að við höfum ekkert endilega mikinn tíma aflögu. Dagur drottins er fyrir höndum. Hvað ætlar að gera? Hvernig ættum að bregðast við? Og þegar við erum að tala Biblíuna, þá erum við einmitt að tala þessi sterku viðvörunarorð. Okkur er gefin ákveðin tími. Móses segir við okkur að við höfum þetta 70 til 80 ár þegar best lætur. Nú er ég búin að ná 70. Ég er komin að síðasta snúning. Áttu ykkur á því. Og þegar ég hugsa bara 10 ár fram í tíman, það er ekkert langt sér ég var 60, að jafn langur tími. Og hvað er að gerast á þessum tíma? Í dag stöndum við frammi fyrir því að við þurfum anda Guðs til þess að vekja okkur upp. Við þurfum anda Guðs í hug okkar og hjarta til þess að við megum skynja og skilja hvað er í gangi. Og til þess að megið áttu ykkur á þessu, þá skulum koma í Amos, komið með mér í 3. kapitúlu Amos, spádómsbókar. Það er alveg stórmerkilegt orð sem hann segir við okkur í 7. versinu. Nei, drottinn gjörir ekkert. Sjáu þið, drottinn gjörir ekkert án þess að hann hafi opinberað þjónum sínum
spámönnunum ráðsályktun sína. Guð, hann hefur okkur með í ráðum. Ekki þannig að hann spyrji mig ráða. Hann er ekki að segja við mig, Snorri, að finnst þér að ég að gera þetta? Eða finnst þér að ég að gera eitthvað annað? Nei, hann segir mér, nú er þetta í gangi. Nú er þetta í gangi, láttu vita. Og söfnuður í Keflavík, þið njótið þeirra forréttinda að þið hafið spámenn drottins ykkar á meðal sem er að ýta að ykkur orði Guðs og benda ykkur á, svo segir drottin. Svo segir Guð almáttugur skapari í himins og jarðar. Vitið þið að í dag þá erum við stundum að glíma við kirkjur, presta, sem eru fyrir löngu búin að hafna orði Guðs. Þeir fletta valla upp í orðinu nema að þetta veri svona einhver tilsjónarbók. Þeir megi bara vísa til þessa. Þeir taka sögurnar meyjarnar 10 og þeir alltaf setja sig í meyjarnar 5 sem voru hygnar og höfðu olíu á lömpunum. Þeir taka sjálfa sig aldrei sem olíulausar meyjar. Ég geri það líka. Ég tel mig hafa olíu á mínu lampa en ég bið þess, drottin, frelsa mig frá því að vera olíulaus. Ég átta mig alveg á mínum veikleika. Ég veit að þessi Dagný var að segja að holdið er veikt. Við erum öll veik. Við stöndum ekki bara vegna þess að við erum svo sterk sjálf. Við stöndum þegar við höldum okkur fast við klettinn, við Jesúm Krist, við drottinn vorn og Guð. Og þegar það er í gangi þá vitum við að við getum staðið frammi fyrir erfiðum málum. Stundum verða svoleiðis. Við sjáum það í Biblíunni. Lærisveinarnir þeir heyrðu Jesúm tala dauða sinn. Það var ekki langt framundan. Og hvernig brást Pétur við? Nei, Guð náði þig, Herra, þetta komi aldrei fyrir þig. Hann var strax tilbúinn til þess að draga í land og færa Jesúm Krist frá þessu hlutverki sínu að hann ætti að vera syndafórnin fyrir þig. Hefurðu tekið mark á því? Hefurðu tekið mark á því að Jesús Kristur, hann var settur á krossinn þín vegna. Þínar syndir komu niður á honum. Hann dó í minn stað. Hann var gjörður á synd mín vegna. Og þegar hann var dæmdur og hann steg frammi fyrir Pílatusi eða fór frá Pílatusi, þá er Pílatus alveg klár á dómnum. Saklaus. Saklaus. Ég hef tvisasinnum staðið frammi fyrir bæði héraðsdómi og Hæstarétti. Og það átti að dæma mig sem sekan mann. Vegna þess að ég átti að vera fullur af mannhatri. Af því ég sagði að kynvilla er synd. Ég bara fór eftir því sem orðið segir. Og á sama tíma og ég sagði að Biblía segir kynvilli synd, þá reis hver prestur upp af öðrum og segir, já, mín guðfræði segir nú annað. Já, við tökum ekki endilega mark á því sem Biblían segir, því að guðfræði segir, nei, þetta er annað. En Biblían, hún er orð Guðs til þín. Og Guð hefur ennþá sama álit á þessu. Og þegar Jesús Kristus stóð frammi fyrir Pontiusi Pílatusi, og Pílatus dæmir hann, enga sök finn ég hjá þessu manni. Enga sök. Og þessi maður sem hafði enga sök, hann var settur á krossinn mín vegna. Saklaus á krossi hann leið. Og það er svo athyglisvert að það er múslimsk hreyfing í Bandaríkjunum. Farrakhan, hvað heitir hún? Nation of Islam. Ég held að þessi kölluð það. Þjóð Íslams. Þeir segja Jesús Kristur er eini syndlausi spámaðurinn. Þeir átta sig á því. Þeir átta sig á hver Jesús Kristur er, hvað hann hafði að gefa. Af hverju trúa þeir ekki á hann? Ég er
einmitt að boða þennan eina syndlausa spámann sem lætur spáminn sína vita ráðsályktun sína, hvað framundan. Hann að reyna að fá þig og mig með lampan okkar tóma og kaupa olíu því að nú gjallið komið, nú hrópið komið, sjá brúðgubinn kemur. Hann vill að lamparnir okkar séu logandi og við höfum olíu á honum og við getum sagt, drottinn minn og Guð minn, ég vil taka á móti þér því þú ert að koma. Þetta eru stórar og miklar ákvarðanir. Á sama tíma, og við erum að ræða þessi atriði þegar drottinn að láta okkur vita, þá ætti að fara með ykkur í Jóel spádómsbók. Og Jóel einn af þessum spámönnum sem að ég hef mikið yndi af að lesa, að ég trúi því hann sé að segja okkur alveg dagsatt. Og þegar við tökum Jóel spádómsbók fyrir, þetta svona blaðsíðu 930, 20, eitthvað slis. Já, 3. kapitúli. Það 17. versið í Jóel 3. Þessi kapli hann byrjar á spádómnum þegar heilugum anda úttelt og Pétur hann vísar til þessa spádóms á hvítasunnudag fyrir 2000 árum. En spádómurinn ekki allir búinn, hann ekki allir liðinn. Nú erum við komin að 17. versinu þegar sagt, hreyfing skal koma á þjóðirnar og það skulu halda upp í Jósafats dal, segir Jóel. Jósafat þýðir drottinn dæmir. Og þegar hreyfing kemur á þjóðirnar, þá það vegna þess að Guð að kalla þær til dóms. Og þegar við stöndum frammi fyrir þessum atriðum, þá getum við spurt núna, þetta ástand í Úkraínu, milli Rússa og Úkraínumanna, þetta byrjunin á því, hvert þeir að fara? Því að hreyfing skal koma á þjóðirnar. Og þessi fleirtala þjóðirnar, þegar fara að hlusta á hvað að gerast í fréttum og okkur sagt frá einu og öðru í Evrópu, þá eru allar þjóðir veraldarinnar á pikkandi nálum. Og Evrópa öll. Ítalía, Þýskaland, Noregur, Svíþjóð, Finnland, Ísland. Við erum öll á pikkandi nálum. Utanríkisráðherra okkar hann svo feginn því að nú höfum við flugvöllin okkar á okkar stað og það munu koma hérna þotur og verða okkur til verndar að einhverju leyti. Og menn eru svona slappa aðeins af. En verið hæg. Biblían hún nefnilega með sögu okkar að segja. Og sagan að tala við okkur þjóð sem heitir Góg og býr í Magógs landi. Og höfðingi yfir Rós, yfir Mesek og yfir Túbal. Og þetta eru svona framandi nöfn sem við heyrum og við getum alveg spurt, hver Góg og hver Magóg og hvernig þetta allt saman tengt okkar tímum í dag. Það elsta sem við vitum Góg og Magóg, þetta voru afkomendur svona Nóa, Jafets. Og þeir fóru síðan norður í fjöllin, norður í Kákasusfjöllin og þeir hafa trúlega byggt slétturnar og í dag köllum við það Rússa. Hvernig veit ég að þeir eru Rússar? Af hverju get ég fullyrt það hér í predikun að við erum að tala Rússland en ekki eitthvað annað? Og þá er bara að segja ykkur frá einni sögulegri staðreynd. Þannig var að upp voru 1917, þegar byltingin varð í Rússlandi, þá gáfu Rússar út frímerki. Og frímerki var notað á fyrstu árum ráðstjórnar ríkjanna. Og á þessum frímerkjum stóð G og G. Þeir tóku yfir sig yfirskriftina Góg. Þeir viðurkenndu sig sem Góg. Og þetta bara 100 ára gamalt frímerki. Í dag væri þetta trúlega ykkur verðmætt eign. En það eru til myndir af þessu, það hægt að sjá hvernig þeir fóru að og allt þetta dæmi þegar menn kalla yfir sig spádóma Guðs og gangast við þeim, þeir eru Góg. Og hvað segir Esekiel Góg? Við skulum fara í 38. kapitúla, Esekiel spádómsbókar og þegar við tölum þessi atriði, þá skulum við líka minna okkur á að Guð, hann leyfir sér að minna okkur á þessi orð til þess að spádómarnir þeir verði lifandi okkar á meðal. Við megum vita hvað í gangi, þetta kemur okkur ekki á óvart. Við sjáum að hverju fer. Fara Ísraelsfjöll á morgun, ég veit það ekki. Við vitum ekki alveg tíma og tíðir, en geta þau stoppað? Geta þau snúið við?
geta þeir bakkað. Geta sagt, er hættu við, nú skulum bara drífa okkur aftur heim, strákar, allir yfir landamæri Úkraínu og Rússland. Geta þeir það? Nei, þeir geta það ekki. Það var sagt styrjöldina 1917, þegar Rússar voru kallaðir til fyrri heimsstyrjaldar. Þá voru boðleiðirnar svo langar hjá rússneska hernum. Hann var kallaður til vopna og hann sendur á vígstöðvarnar og það var útilokað að kalla þá tilbaka. Af því boðleiðirnar voru svo langar. Þeir voru sendir af stað og þeir urðu að fara af stað. Og ég spyr í dag, eru við innmitt í svona kringumstæðum? Það eru komnar boðleiðir, það eru komnar skipanir, rauði herinn er farin af stað og hver getur stoppað? Og svo sjáum við Esekiel tala þennan rauða her, þegar hann talar mannsson snú þér gegn Góg í Magógslandi. Hugsið ykkur, að Guð skuli leyfa sér að segja, ég á móti þessum Góg. Snú þér gegn Góg í Magógslandi. Þetta ekki friðarboðskapur, heldur boðskapur til að vekja þig og mig. Við vitum að það betra að hafa Guð með sér en á móti sér. Svo heldur hann áfram og segir, höfðingi við Rós, Mesek og Túbal, spá gegn honum. Og svo segir drottinn Guð, ég skal finna þig Góg, höfðingi við Rós, Mesek og Túbal, ég skal setja króka í kjálka þína. Ég skal setja króka í kjálka þína. Og ef þið hafi enska biblíuþýðingu, þá ættu þau geta séð, í enskri þýðingu sagt, ég skal snú ykkur og setja króka í kjálka ykkar. Og það svo athyglisvert að hebreska orðið sem við þýðum bara að ég skal leiða þig út ásamt öllu herliði þínu, þar kemur þetta orð, ég skal snúa þér og leiða þig út. Og það kemur ekki á óvart. Í þessum kringumstæðum núna, á árásunum við Úkraínu, að þá allt í einu, þá skiptir Pútín skoðun. Og hann getur sagt, heyrðu, Úkraína ekki nóg. Nú notum við herinn annar staðar. Þeir eru í átökum í Sýrlandi. Og ef hann leggur til að þeir fari bara með herinn núna inn í Sýrland og berji þar allt niður og það verður bara settu friður á. Þeir eru búin að mynda bandalag milli Persa eða Írana, milli Assýringa eða Sýrlendinga. Það bandalag við Hizbollah og Hamas og þeir eru þarna eins og í vinarhernaði á Sýrlandi. Og við getum alveg sagt, já, það þarf eiginlega að berja þetta niður og það eru gyðingar sem stjórna Úkraínu. Forseti Úkraínu eða forsætisráðherra gyðingur. Og hann allt í einu stendur upp sem lítill maður með mikið bardaga hjarta og allir í Evrópu þeir segja, svona leiðtoga þurfum við að hafa. Þetta maðurinn sem stappar stálinu í þjóð sína og segir, við berjumst í síðasta manns. Við ætlum að verja Úkraínu, við látum ekki taka kornið af okkur, við látum ekki taka landið í burtu frá okkur, við viljum eiga rétt á okkar heimili, okkar landi. Ég alveg sammála. Algjörlega. Og hvert hann svo að fara? Frammi fyrir hverju stöndum við. Horfið svo á, tökum aðeins þetta fyrir. Ég skal setja króka í kjálka þína, leiða þig út ásamt öllu herliði þínu, hestum og riddurum og öllum við alvæpni, mikinn manngrúa, með skjöldu og törg, alla með sverði í höndum, Persar, blálendingar, pútmenn. Hver eru það? Persarnir, þeir eru kallar Íranir í dag, þeir eru komin í bandalagi við Rússa. Blálendingar, hver eru það? Það eru Eþíópíumenn. Af því að bláa Níl rennu þar yfir, þess vegna voru þetta kallað Bláland. Blálendingar eru Eþíópía, þess vegna Súdanir og við erum að tala héruðin fyrir sunnan Egyptaland. Þeir eru með í þessum átökum. En hver eru svo pútmenn? Hvaða pútur þetta? Þetta Líbía. Við erum að tala norðurströnd Afríku. Þar sem að Rússarnir hafa verið að reyna að byggja ítök og búa til áhrifasvæði. Þetta eru þjóðirnar sem verða með og með þeim með alla törg og hjálm, Gómer og allir herflokkar hans. Hver Gómer? Þekkjum við það? Bara til sem ég vita hvaða ég hef þetta allt saman.
Ég er hérna með gamalt kort sem er til í biblíubók sem að ég á. Og þar sé ég að Gómer er nafn hérna fyrir ofan. Við köllum það Tyrki. Erdogan er þar. Er ekki Erdogan í NATO eins og við? Jú, hann er það. Og hann er búinn að mynda friðarbandalag við Rússa og Persa og Sýrlendinga. Og þeir eru allir að reyna að berjast fyrir því að það komist á friður í Sýrlandi. Þeir eru búin að vera að berja á þeim í 10 ár. Og það er engin friður í nánd. Af hverju er það? Er þetta tilviljun? Og Guð ætlar að leiða þá upp í Jósafats dal. Guð ætlar að ganga í dóm við þá samkvæmt Jóel. Jósafat þýðir dómur drottins. Og við stöndum frammi fyrir því í dag. Er það virkilega svoleiðis að við getum átt von á því að Rússar breyti hernaðartækni sinni, fari frá Úkraínu núna og renni hernum upp á Ísraels fjöll? Er það virkilega það sem er í gangi að Guð ætlar að ganga í dóm við þjóðirnar á þessum dögum? Erum við að horfa á það að við eigum ekkert voðalega mörg ár framundan? Við eigum þó alveg 1000 ár, þið vitið. Þegar við tölum hérna kristnum, þá eigum við alveg einn dagurinn sem drottinn kemur og stýrir þessum heimi. Því að það sem mun gerast er það að maðurinn hann ræður ekki við sig. Hann er dreginn út og hann ætlar á Ísraels fjöll og hann ætlar að stilla til friðar á sínum eigin forsendum. Og hvað ætlar þeir að gera? Eyða Ísrael. Eyða Ísrael. Þeir geta eytt lífi á jörðinni samtals 7-8 sinnum. Það er nóg að gera svo sem einu sinni, en þeir eiga svo mikið af kjarnavopnum. Og þeir vita það líka miðað við það er niðurstöðun á öllu þessum gervitunglum og sjónaukum sem eru með út í himingeimnum og öllu því sem er búin að rannsaka á Mars. Það er hvergi líf að finna nema hér á þessari jörð. Hvergi. Hvað réttlætir að eyða lífinu? Ekki neitt. Það er aðeins einn sem stelur, slátrar og eyðileggur. Og hann fær allt of mikil völd. En við skulum klára þetta hérna. Við skulum fara aðeins í Persa, blálendingar og pútmenn eru í för með þeim, allir með törku og hjálm. Gómer og allir herflokkar hans. Tók Armalíður, hinn ysta norðurþjóð og allir herflokkar hans. Margar þjóðir eru í för með þér. Bú þig út og ver viðbúinn, þú og allar hersveitir sem safnast hafa til þín og ver þú yfirmaður þeirra. Eftir langan tíma munt þú útboðskipun hljóta á síðustu árunum. Nú ætti ég setja stopp hér við. Á síðustu árunum. Og hvað er verið að skrifa hjá okkur síðustu árin? Jón Baldvin Hannibalsson, hann skrifaði greinuna í Fréttablaðið og var að benda á mistökin sem að hafa orðið á að hafa ekki myndað bandalag með Vestur-Evrópu. Og hann er svo sannfærður það að þeir tóku allt of mikið tillit til Rússa að þeir gengu ekki í NATO og nú eru óvarðir. Hann veit hver hættan er. Hann veit að krafa Rússa var sú að þeir fengju óheftan aðgang að þessum löndum. Og síðan er ekki síður verið að benda okkur á hvað mikið vonleysi er hjá þeim þjóðum sem að þurfa að búa undir þessum kringumstæðum að það er hægt að eyða öllu lífi á nokkrum mínútum á hverju einustu þjóð. Það er ekkert víst að Úkraína fá að standa á morgun. Ef að þeir fá að ráða, þá getur það þýtt það að það er útiloka mál fyrir Úkraínu að standast. En gleymum ekki einu. Það er einn sem ræður. Það er til Guð almáttugur, skapari himins og jarðar. Og það er hann sem er búinn að setja fyrir okkur hver verður legstaður Rússa. Hver verður endalok rússnesku hersveitanna. Og það er sagt frá því í Esekiel 38, þær munu fara á Ísraels fjöll og þar munu þær falla. Þeir munu vera í 7 mánuði að grafa þá. Og þeir verða allir grafnir í dal sem er austan við Dauðahafið og heitir á okkar íslensku Gógsmúksdalur. Og þetta er stórmerkilegt að þetta skuli vera skráð svona í það minnsta 600-700 fyrir Krist og þetta skuli vera fréttirnar okkar í dag.
Þetta skuli vera það sem að þú heyri talað um. Ég heyrði Ásgeir Jakobsson, seðlabankastjóra, hann var að tala um það núna á Sprengisandi, hvað við værum í hættulegu ástandi og hvernig efnahagur heimsins væri allur meir og minna reikandi og skjálfandi. Við vitum að við erum á voveiflegum og hættulegum tíma. Hvar leitarðu skjóls? Hvar finnurðu öryggi? Hvert leitarðu? Já, Snorri, ég náttúrulega leita ekki til þín. Nei, það er alveg hárrétt. Ég leita heldur ekki til mín. Ég leita til Guðs almáttugs. Ég leita til drottins míns og frelsara. Og ég segi við hann, Drottin, leyfðu krús minni verið með olíu og ljós. Leyfðu mér að sjá þig í þessu myrkri. Og vitið þið, það var miðnætti þegar hrópið kom. Það var ekki hábjartur dagur. Við erum að nálgast miðnættið. Og þegar þú kveikir á lampa þínum og þú leyfir Drottni tendra ljós heilags anda hjá þér, þá veistu að þú munt sitja sæll í skjóli hins hæsta. Eigum við að gera það núna? Eigum við að standa upp? Og biðja Drottinum að leiða okkur, fylla okkur og gera lampa okkar klára og reyna, svo við mögum heyra hvað andinn segir í söfnuðinum. Jesús Kristur. Við vitum það að þú ert sonurins lifanda Guðs. Enginn lagði líf sitt í sölurnar fyrir okkur nema þú. Og ég þakka þér fyrir. Þú hefur frelsað okkur, þú hefur leyst okkur, þú hefur fyrirgefið okkur syndirnar. Og nú bið ég Drottinn minn ennþá meiri áfyllingu heilags anda í krús mína. Að ég megi vera logandi fyrir þig, ég megi hafa lampan tilbúin, Drottinn minn, ég megi heyra hvað andinn segir í söfnuðinum, ég megi sjá hvað orðið talar ég megi vera á öruggum kletti og ég megi finna að fætur mínir standa á öruggu orði þínu. Leiddu mig áfram þinn veg, sama hvað mætir okkur í þessum heimi, þá megum við vita að við erum í þínum sporum. Við erum í þínu skjóli. Þú ert Kristur, sonur hins lifanda Guðs. Segjum þetta saman. Jesús, þú ert frelsari minn. Þú gefur mér heilagan anda. Og þú gerir mig að manni eftir þínum vilja. Leiddu mig fram fyrir þig, syndlausan og flekklausan. Í Jesú nafni. Amen. Og ná Drottins oss Jesú Krist og kærleiki Guðs og samfélags heilags anda sé og veri með ykkur öllum. Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Heyri amen. Og þegar ná Drottins yfir okkur og augliti hans skín yfir okkur, systkini, þá vitið þið að við erum örugg í hans hendi. Haldið ykkur þar. Þakka ykkur fyrir góða áheyrn og megi Drottinn blessa ykkur áframhaldið. Nú ætla ég að fela stjórnanda safnaðarins áframhaldið. Gjörðu svo vel, Kitty mín.